Maður nokkur vill panta sér mat heim fyrir jólin. Já, gullsmiðabúðin í Mjódd, góðan dag. Já, góðan dag. Þorlákur heiti ég. Er þetta ekki Nettó í Mjódd? Þetta er í Mjódd en ekki Nettó. Þetta er sem sagt gullsmiðabúðin sem er við hliðina á Nettó. Já, fínt. Ég ætla að fá hjá þér hangikjöt frambart, því það er nú farið að styttast í jólin. Já, hann þarf að vera komin tímalega fyrir jól, svo ég fái nú eitthvað almennilegt að borða jólin. Ég er hrædd að þú hafi hringt í skaktnúmer. Þetta er í gullsmiðabúðinni en þú ert greinilega að reyna að hringi í Nettó. Já, einmitt, Nettó. Ég vil að þetta sé vænn frambastur, þarf að vera vænn og feitur og má vera allt upp í svona 3 kíló. Við samt ekki að hann sé af of gömlum sauði. Kjöti verður miklu seigara þannig. Heyrðu Þorlákur, ég sagði nú reyndar að þú hefði líklega hringt í skaktnúmer. Þú ætlar ekki að hringi í gullsmiðabúðina, heldur í Nettó. Já, einmitt, Nettó. Ég vil að þú sendir hann heim, en ég bý á bænum Stóra Klofa í Gaulvera bæjarhreppi. Ertu komin með þetta? Já, en... Já, og hann Hálfdán sem býr við rútustöðina getur tekið á móti frampartinu þegar hann kemur svo. Jæja, Þorlákur minn, ég skal bara kaupa frampartin fyrir þig og koma með hann sjálf heim til þín. Ég get líka mögulega elda hann fyrir þig ef þú vilt. Nokkrum dögum síðar hringi Þorlákur í Hálfdán. Já, Hálfdán hér. Sæll, ég ætla að vita hvort framparturinn var ekki komin. Jú. Það var nú ekki bara framparturinn sem skilaði sér. Heldur var þetta nú bara heill skrokkur og það vænn. Hún er nú búin að vera hjá mér síðan blessunin.